Góði gestir, já það mjög sönn ánægja að vera með ykkur hérna í dag og tek undir inngangsorð fundarstjórans hér í upphafi varðandi þennan mikilvæga málaflokk sem við erum að ræða. Húsaskjól ein af grunnþörfum mannsins, við þurfum öll þak yfir höfuðið, það mikilvægt fyrir okkur öll að eiga öruggan samastað. Enda öruggt húsnæði, óháð efnahag og búsetu ein af grundvallarforsendum öflugs samfélags. Við viljum að Ísland sé land tækifæranna, við segjum það alltaf í 17. júníræðunum allavega, fyrir alla en ekki einungis fyrir suma. Við viljum hafa réttlátt þjóðfélag þar sem allir fá tækifæri til að blómstra og nýta sína styrkleika, óháð aðstæðum og efnahag. En til að svo megi verða, þá þurfum við að styrkja sérstaklega stöðu þeirra sem að höllum fæti standa. Á Íslandi hafa húsnæðismál síðasta árið verið sett í mikinn forgang. Rúmlega þriðjungur þeirra aðgerða sem ríkisstjórnin lagði fram til að styðja við markmið lífskjarasamninga stöðugleika og bætt lífskjör varðaði sérstaklega húsnæðismál og húsnæðismarkaðinn. Félagsmálaráðuneytið nú að vinna mjög þétt í eftirfylgni með þessum lífskjarasamningi, enda gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir samfélagið allt. Þar megináherslan á að tryggja framboð á örugg og hagkvæmu húsnæði, bæði fyrir leigjendur eða kaupendur. Hagkvæmt húsnæði lykilforsendan fyrir því að ungt fólk geti keypt eða leigt húsnæði. Því til viðbótar þá verður samfélagið að mæta þörfum þeirra sem standa höllum fæti með þjónustu og ýmiss konar stuðningi. Nýleg könnun á stöðu leigjenda á húsnæðismarkaði sýnir að mikill hluti þeirra telur sig ekki búa við húsnæðisöryggi. Þetta á einkum við þann hóp sem leigir af einstaklingum sem ennþá meiri hluti leigumarkaðarins en nærri þriðjungur taldi líklegt eða mjög líklegt að þeir myndu missa húsnæðið á næstunni. Og þeir sem að búa við slíkt, þetta flokkast ekki undir húsnæðisöryggi. Ég las nýlega viðtal við unga móður sem fékk úthlutað íbúð í leigu hjá Bjargi íbúðarfélagi sem hluti af almenna íbúðarkerfinu. Því félagi ætlað að bæta húsnæðisöryggi láglaunafólks á Íslandi. Í viðtalinu lýsti hún slæmri reynslu sinni af leigumarkaðnum þar sem mjög margir hafa verið hverja íbúð sem auglýst var til leigu og leigan afar dýr. Þá var leigutíminn jafnframt stuttur og dæmi voru að leigusalar virtu ekki friðhelgi heimilisins og leyfðu sér að koma óboðnir inn á heimili hennar og jafnvel banna gestakomur. Með leigu hjá Bjargi fannst þessari konu hún loksins vera komin í öruggt skjól og þakklát fyrir að skólaganga dóttur hennar verði ekki háð dyntum leigusala hverju sinni. Það grundvallaratriði fyrir velferð fjölskyldna og ekki síst barnafjölskyldna að búa við húsnæði öryggi í húsnæðismálum. Góðu gestir, 30.000 íslensk heimili á leigumarkaði. Við erum nú að vinna meðal annars samkvæmt lífskjarasamningnum að breytingum á húsaleigulögum með það að markmið að tryggja betur réttarstöðu og húsnæðisöryggi leigjenda, meðal annars með tilliti til hækkunar á leiguverði og uppsagnar leigusamninga. Í þessari vinnu tekið mið af niðurstöðum og tillögum úr vinnu leigudagsins sem var samráðsvettvangur leigjenda, leigusala og opinberra aðila sem haldinn var síðastliðið vor. Og við eigum von á því að frumvarp að breyttum húsaleigulögum verði kynnt á næstunni. Til þess að geta veitt góða þjónustu þurfum við að vita hverjar óskir og þarfir notenda eru. Við sem erum að vinna í stefnumótun fyrir málaflokkin leggjum mikla áherslu á að hafa notendur þjónustu með í stefnumótun í öllum málaflokkum. Þetta ekki síst mikilvægt þegar að ræða sérstaklega viðkvæma hópa með flóknar og margvíslegar þjónustu þarfir eins og gjarnan heimilislausa. Samkvæmt skilgreiningu samráðshóps heimilislausa frá árinu 2005 segir: telst sá húsnæðislaus sem ekki hefur aðgang að hefðbundnu húsnæði, hann hefur ekki húsaskjól að staðaldri á sama stað og gistir þar sem kostur hverja nótt. Þeir sem komu út úr tímabundnu húsaskjóli, svo sem úr fangelsi eða vímuefnameðferð, eiga sögu margháttas húsnæðis og félagslegra erfiðleika og eiga ekki tryggt húsaskjól 1 til 2 mánuðum áður en þeir fara úr hinu tímabundna húsnæði eru einnig hér taldir með. Og ef við hugsum þetta, þá sjáum við alveg að það allt of stór hópur í okkar samfélagi sem þarna fellur undir. Þrátt fyrir að leita það verið leiða til að koma til móts við heimilislausa hefur þeim fjölgað á undanförnum árum. Við þurfum að gera betur og kannski þurfum við að gera eitthvað allt öðruvísi heldur en við höfum áður gert.
Á síðastliðnu ári fjallaði umboðsmaður Alþingis stöðu heimilislausra og var það niðurstaða hans að ekki væri nægilega tryggt að utangarðsfólk og hópar sem glíma við fjölþættan vanda fái fullnægjandi lausn á bráðum húsnæðisvanda sínum. Í lögum húsnæðismál nú mælt fyrir það að sveitarfélög geri sérstakar húsnæðisáætlanir. Gert ráð fyrir því að sveitarfélög geri húsnæðisáætlun sem byggja á greiningum fyrir þörf á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu með tilliti til mismunandi búsetuforma, auk þess sem gert ráð fyrir því að sveitarfélögin meti þörf fyrir húsnæði til að mæta þörfum einstakra hópa, þar á meðal heimilislausra einstaklinga. Að undanförnu hefur síðan stýrihópur málefni heimilislausra á vegum ráðuneytisins verið að störfum. Hlutverk hópsins var að koma með tillögur sem lúta að húsnæðismálum, heilbrigðisþjónustu og dagþjónustu fyrir utangarðsfólk. Stýrihópurinn hefur ekki enn lokið vinnu sinni, en hópurinn hefur verið að horfa til nálgunar Finna sem hafa náð einstökum árangri í fækkun heimilislausra með Housing First hugmyndafræðinni. Húsnæði þar grunnurinn að allri þjónustu. Notendur hafa val hvaða þjónustu þeir vilja nýta. Þannig þess ekki krafist að þeir hætti notkun ávana og fíkniefna, ávanabindandi og fíkniefna, heldur lögð áherslu á að draga úr neyslu með það að markmiði að viðkomandi geti búið á eigin heimili. Komið til móts við notendur og leitast við að valdefla þá þannig að val á úrræðum byggja á þeirra forsendum. Lögð áhersla á mannvirðingu og samfélagsþátttöku íbúa, meðal annars að þeir hjálpi hver öðrum. Stýrihópurinn mun segja okkur í dag frá tillögum sínum hér á eftir þrátt fyrir að hann sé ekki búinn að ljúka formlega og skila af sér. Það mikilvægt að notendur þjónustu fái að koma að stefnumótun í málaflokknum og ég fagna því að við fáum að heyra af upplifun notenda þjónustu hér á eftir. Mér hefur nefnilega fundist skort á það að við sem séum í stefnumótun að við eigum milliliðalaust samtal og höfum svolítið hlutverkaskipti þegar kemur að viðkvæmum málaflokkum og þess vegna fagna ég því hér í dag. Það líka skemmtileg og jákvæð tilviljun að við séum hér í dag eins og kom fram í upphafi á degi heimilislausra og jafnframt farið fram fyrsti fundur norrænna húsnæðisráðherra í formlegu samstarfi ráðherrana einmitt í dag. Þannig að það skemmtileg tilviljun að það skuli hitta á sama dag. En eitt af þremur megin viðfangsefnum þess fundar einmitt húsnæðismál ungs fólks og með sérstaka áherslu á jaðarsetta hópa. Og það þetta þannig að við höfum notið góðs af samstarfi Norðurlönd vegna þess að við erum lítil þjóð og við þurfum að horfa til þess hvað hefur gengið vel hjá nágrönnum okkar, meðal annars á Norðurlöndum og við eigum ekki að hika við að leita í smiðju þeirra það sem að vel hefur gengið og nýta okkur það. Það þess vegna sérstaklega ánægjulegt að Juha Kakinen, og ég vona að ég hafi borið þetta rétt fram, framkvæmdastjóri iFoundation sé komin hingað til að segja okkur frá því hvernig þeim tókst að fækka heimilislausum í Finnlandi með Housing First hugmyndafræðinni. Ég hlakka til að heyra meir það hér á eftir og langar að segja, Dear Juha Kakinen, and I hope I'm pronouncing this right, we are looking forward to learning from your experience when it comes to Housing First and hopefully we can implement your ideology and your experience here in Iceland. Ég mun líka segja frá því og bera húsnæðisráðherrum Norðurlandana kveðju þessa fundar og undirstrika jafnframt hversu mikilvægt það að við ítreka það aftur að við eigum í góðu norrænu samstarfi og við lærum af nágrannaþjóðum okkar vegna þess að það algjör óþarfi að við séum öll að finna upp hjólið á hverju einasta ári í hverjum einasta málaflokki. En ég hlakka til þess að fylgjast með þessu hér í dag. Ég nægi að vísu ekki að vera nema bara yfir erindi okkar góða vinar frá Finnlandi en starfsfólk ráðuneytisins verður hér í dag og ég óska þess að við náum hér í dag að ræða þessi mál ofan í kjölinn og það fleyti okkur áfram að við förum að sjá raunverulegar aðgerðir til þess að gera betrumbót á þessu málaflokki í samvinnu, ríkis, sveitarfélaga og allra þeirra aðila sem að þessu koma. Njótið dagsins og þakka fyrir mig.